mit kein Locken, sin mach mich nicht schein. Kauf dir ab und stiefelig zum Prisiv darfst wie gehen. Oi, 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 Joschke fuhrt weg. Já, góðan daginn. Takk fyrir að leyfa mér að koma á svona fund og vera með eitthvað smá innlegg. Ég nú bara með lítið innlegg núna. Í minn hlut féll að hafa svona aðeins kynningu á þessu námskeiðið. Hún nú ekki nema bara eitthvað sem ég sem ég stal frá Jóni. Já, þetta nú mynd eftir Chagall sem var hvítrússneskur listamaður eins og þið vitið og var gyðingur og málaði mikið myndir úr sínu umhverfi, þau umhverfi sem hann var alinn upp í. Bjó lengi í París en ég ætla ekki að fjalla hann hérna. Ég ætla að reyna að vera stuttorður og gagnorður. Þetta námskeið sem er í fjórum hlutum og kannski 5 ef að fólk vill hittast og spjalla saman hugsanlega ferð sem hérna nú gaman að tala akkurat núna á þessum tímum þegar við getum hvorki farið lönd né strönd nema með allskis með miklu fyrirvara og að leggja einhver drög að morgundeginum svo sem alltaf innan vissra fyrirvara. En í þessum hluta núna, í þessum fyrstu 2 tímum eða 2 hlutum í dag og svo á þriðjudaginn í næstu viku, þá erum við með svona aðdraganda ég fjalla hvað gyðingur, reyni að spá aðeins í það, við skulum sjá hvernig það telst til, ég ætla ekki að vera heldur langorður það, enda held ég að sú spurning hún hljóti að malla allan tíman, allt námskeiðið og við verðum kannski einhverju nær og kannski litlu nær en ég viss það að við verðum öll með einhverja spurningar eftir þó svo við höfum einhver svör vonandi líka. En í næsta tíma sem sé á þriðjudaginn þá byrja ég sennilega. Það er vegna þess að ég fimleikafíkill, stunda grimmt fimleika og ef ég kemst ekki í mína fimleika þá fæ ég fráhvarfsenginni og það sem sé fimleikatími hjá mér á þriðjudaginn. Venjulegt fólk kallar þetta hopp mitt leikfimi en mér finnst fallegra að nota þetta orð fimleikar þessa leikfimi mína. En það nú annað mál, ég ekki hérna heldur til þess að segja mína sögu. En síðan verður eftir áramótin þá ætlum við að halda áfram og þá fjallum við meira svona þessi samfélög gyðinga og bæði Askenasa og Sefarda frá Suður-Evrópu og frá Austur-Evrópu og síðan fjallum við söguna í nær okkur 19. og 20. öld í síðasta tímanum, sem verður þá væntanlega í svona rétt upp úr miðjum janúar. Já, en Jón Ragnar sendi mér nefnilega aldeilis fína spurningar og spurði hvernig verður maður gyðingur? Og ég tók þetta bara beint eftir honum, ekki það endilega að búa í Ísrael, spurningamerki, ég reynda að setja spurningamerki, en þetta var greinilega spurning hjá honum, ekki það endilega að aðhyllast gyðingdóm, ekki það sérstakur kynflokkur því mannfræðingar segja að kynflokkar séu vafasamt og villandi hugtak. Kristni Þjóðverjar með gyðinglega foráa töldust gyðingar að mati nasista. Íslendingar sem að þetta gyðingdóm eru varla gyðingar. Þetta finnst mér góða spurningar og hérna ég get nú svarað þeim öllum í stutt fáum orðum en ég kem kannski að þeim síðar meira og minna. Þetta sem sé það búa reynda fleiri í Ísrael en gyðingar einir
þó að þetta sé yfirlýst land gyðinga síðan 48. Að aðhyllast gyðingdóm held ég að sé forsenda fyrir því að menn séu gyðingar og svo hins vegar alveg rétt að mannfræðingar setja spurningamerki við orð eins og kynþáttur og kynflokkar og ég hefði sjálfur notað orðið þjóð. Það kannski hægt að skilgreina gyðinga sem þjóð en það líka spurning. Gyðingar eru hjúpaðir einu stóru spurningamerki. Þetta gríðarlega svona flókið samfélög og þau eru innbyrðis mjög ólík og það heildjúp gjá á milli sumra. Það eru gyðingar til dæmis ef þið farið til Washington DC og farið að Hvíta húsinu þá sjáu þið hóp af gyðingum allavega 3, þeir eru aldrei færri en 3, oft stundum eitthvað fleiri sem eru með langa slaufulokka og í sínum klæðum sem einkennir þá mjög þessa orthodox gyðinga, þessa sem eru hafna algjörlega öðru en bara lögmálinu, Tóra. Og þeir eru þarna með spjöld þar sem þeir gera okkur grein fyrir því, þeim sem lesa spjöldin að þeir telji gyðingaríkið eða Ísrael vera framtak djöfulsins og það eigi að hætta stuðningi við Ísrael. Þetta sem sé sennilega þetta kassítar sem upprunnir í Austur-Evrópu og þarna upp á hvern einasta dag fyrir framan Hvíta húsið og hafa verið það í mörg ár. Og Íslendingar sem aðhyllast gyðingdóm eru náttúrulega ekki gyðingar þar með, þó séu við þurfum ekki að opna fyrir sjónvarpsstöðina hvað heitir hún? Omega, til þess að geta þar fengið hugljómun Ísrael. Þar fastir Ísraels þættir að hafa verið, allavega menn ég horfði á Omega, það langt síðan, ég misti bara samband við hana því miður en hafði alltaf gaman að skoða þetta. En ef að nú Jón ætlaði sér að taka gyðingatrú eða turnast, þá þyrfti hann, og ég setti þetta upp svona hann þyrfti að fara og tala við rabbína hugsanleg trúskipti. Og það yrði ekkert sjálfgefið að hann myndi bara þar með þjóta inn. Hann þyrfti að sýna fram á að hann hefði tileinkað sér gyðingdóm og sögu, trú og menningu, venjur og siði, og það ekki svo að dyrnar myndu vera opnaðar bara eftir að hann var búinn að ryðja út úr sér allir síni þekkingu á gyðingdóm, jafnvel eftir námskeið hjá okkur Jóni. Því að það tæki minnst 1 ár, jafnvel fleiri ár. Og gyðingar eins og þið vitið, þeir iðka ekki trúboð, enda samræmist það ekki Tóra, því að þeir eru Guðs útvalda þjóð. Og það en hins vegar, sá sem tekin inn, og reyndar það svo að ef að Jón færi til rabbínana í Ísrael, að þá gæti þetta orðið mikið hark og sennilega kæmi hann með skottaða milli lappanna tilbaka. En hann gæti hins vegar að fara til Svíþjóðar. Þar eru gyðingar með samfélag gyðinga og þar eru meira þess að 2 rabbínar sem eru konur. Svo að það möguleiki að hann kemist þar inn því að þeir eru mjög svona mjúkir
Svíarnir í þessu. En ef hins vegar nýji gyðingurinn, Jón Ragnar, færi með sinn gyðingdóm til Ísrael og ætlaði að fá þar búsetu, að þá býst ég við að því yrði hafnað. Þeir hafna mjög gjarnan svona aðkomu fólki. Það er sem sé miklu erfiðara að komast inn en út. Hins vegar, ef hann yrði nú aksepteraður í Ísrael, að þá væri það fyrir lífstíð. Þú ert komin inn og þá engin hérna möguleiki, þó að hann sjálfur sig gæti náttúrulega að lifa frjáls og á þess að hafa áhyggjur hann. Hins vegar hann alltaf talinn þá í hópi gyðinga af þeim sjálfum. Og þarna gyðingar sammála. Ef maður samþyktur, þá hann ekki hérna, þá fer hann ekkert. Hann þarf að læra hebresku. Hann þarf að taka virkan þátt í samfélagi gyðinga. Nú hann þarf að trúa náttúrulega á einn Guð og Guðinn Javi. Það svo með Javi, hann svo heilagur í hugum margra að nafn hans ómælanlegt. Það má ekki nefna nafnið. Það oft bara hann. Þessir hreintrúar gyðingar, bókstafstrúar gyðingar, þeir eru mjög feimnir við nafnið og hræddir jafnvel við. Þar kemur sannarlega til guðurhræðsla til. Enda þeirra Guð afskaplega grimmur. Hann á það til að refsa fólki illa eins og við þekkjum. Nú hann þarf að heita því að virða öll 613 boðorð Tóra. Við þekkjum okkar 10 en þú hægt að leita uppi þekkja Tóra til þess að það sé Gamla testamentið sem Mósesbækurnar 5 sem þeirra grunnur. Það eiginlega lögmál allra gyðinga pluss svo hérna Talmúd. Það hlutar Talmúd sem flestir jafnvel þó að þeir séu hreintrúa gyðingar telja sem hluta lögmálsins. En það minnst þau eru 613 boðorðin þar. Og svo náttúrulega lifa eftir samkvæmt hefðum og venjum. Undirbúningun sem sé 1 til 3 ár og það auðveldara sagt en gert að ná þar inn. Ég ætla að fara í náttina. Ef við skoðum svona, nú þetta eru samfélög gyðinga mörg og þau eru náttúrulega alla trissur. Það býr innan við helmingur gyðinga í Ísrael og þeir eru dreifðir Asíu, Afríku, Evrópu, Mið-Asíu, Ameríku og þannig að þetta var, nú finnst þetta. Býtum við, það sé ekki hérna bara. Nei. Hérna, nei, þetta er komið. Það eru samfélög gyðinga eins og í Kíva í Úsbekistan sem reyndar orðið afskaplega lítið núna en á 19. öld var þarna 100.000 manna samfélag og sem bjó mjög einangrað og var með mjög gamla siði sem hafa lítið breyst og þeirra samfélög sem hafa síðan flutt til Ameríku og til Ísrael að þau hafa haldið í þessar hefðir sem voru svo lítt breyttar þarna margar aldir í þeirra samfélagi. Þannig mörg önnur samfélög, Jemen og bara frá Austur-Evrópu til dæmis, Askenasarnir hafa haldið í tryggð við sínar rætur þar sem byggu svo lengi og hafa mótað þess vegna mörg samfélög. Það fjarri því að við getum talað eitthvað eitt samfélag. En ef við greinum hins vegar svona gyðinga bara í mjög gróft þá getum við séð að það
frjálslyndir sem við köllum á útlensku progressíva eða þeir eru svona veraldlegir í hugsun og þeir geta vel verið býsna margir bæði í Þýskalandi og Bandaríkjunum og víða annars staðar jafnvel trúleysingjar, þeir geta verið haft ýmsar skoðanir á Ísrael, geta verið jafnvel andsnúnir Ísraels ríki eða þeirra pólitík en engu að síður gyðingar, bæði af eigin mati og annarra. Halda tryggð við, þó ég kannski fari ekki í synagóguna á öllum dögum sem þeir ættu að gera, þá halda þeir í menningu og siði og svona arfurinn þeirra. Svo eru þeir sem eru svona einhvers konar miðjumóð, íhaldssamir, þeir halda í trú og siði en eru ekki bundnir af bókstafnum. Þetta eru þeir sem leggja mikla áherslu á Talmúd. Talmúd önnur sem náttúrulega ekki eitt rit, þetta gríðarlegt magn helgirita frá fornum rabbínum sem Jón mun kynna ykkur fyrir síðar, ef ég maður rétt. Þú mun fjalla Talmúd og síðan þetta bókstafstrúar orþódox þar sem eru þeir sem við sjáum svona kannski best og við sjáum bæði í Ísrael við grátmúrinn og í þeim samfélögum þar sem þeir eru eins og í Antwerpen og í Brooklyn og víða annars staðar þar sem eru svona gyðingleg samfélög sem hafa mjög strangar hefðir og halda í þá vissu að það sé fyrst og fremst þeir sem eru strangtrúaðir, það eru þeir sem hafna Talmúd eða halakha og leggja áherslu bara á Tóra, bara á Mósesbækurnar 5 og þeir eru gjarnan svo harðir að drengir mega, stúlkur fara ekki í skóla, ef þeir fara í skóla þá það þá bara í kristnum eða í kristnum fræðum, alltaf einu ekki að segja, í trúarlegum fræðum, en hins vegar þá fara drengir ekki í skóla nema til þess að læra að túlka Tóra og þar jafnvel efnafræði, eðlisfræði og stærðfræði útlæg. Það þessi hópur sem hvað samt framsæknastur í dag í fjölgun. Það þessi hópur bæði í Bandaríkjunum og í Ísrael sem hefur verið að stækka hvað hraðast. Það þessi skilst mér á nýjustu fréttum, en ég nú ekki alveg, ég náttúrulega engin sérfræðingur í gyðingdómi, ég nú bara svona amatör sem finnst þetta að vera afskaplega forvitnilegt samfélag og merkileg saga og vil gjarnan kynnast þessu betur og þess vegna hef ég unnað því og hlakka til að vera á þessu námskeiði sem áhorfandi þegar Jón fer að brokka hann veit miklu meir en ég. En megin þættir skilgreiningar, hverra skilgreiningar eru arfgengi, etnískur uppruni, trú og það við erum öll sammála að hún þurfi að vera þarna líka en menn geta verið trúlausir eins og ég sagði, en svona almennt eingyðistrú grunnur gyðingdómsins, trú á Javi. Gyðingar stunda ekki trúboð eins og ég hef áður sagt og svo þessi menning og saga og allt tengist þetta arfgerð og uppruni, hann erfist frá móður til barns
það ekki karlinn, hann skiptir ekki eins miklu máli þar. Ef að barn á gyðinglega móður þá telst barnið að þeirra hefð og reglum og lögum sem til gyðinga. En þá spurningin hvað ættlita og turnaða, og þar sem sé þetta möguleiki, en það eru reyndar þeir ekki síst sem eru bókstafstrúar, þeir hafna öllum slíkum möguleikum. Það ekki til sem heitir að gerast gyðingur í þeirra hugmyndum. Og menn hafa ýmsar skoðanir á gyðingdómi og hvernig menn verða gyðingar, og nasistar, þeir tóku í gildi lög 1975, Nürnberglögin, þar sem var nákvæmlega skilgreint hvenær, hvernig einstaklingur verður gyðingur, eða telst gyðingur eða ekki gyðingur. Og ég veit ekki hvort að þið hafið kynnt ykkur Stóradóm, lög hérna frá 17. öld á Íslandi kynferðisleg samneyti fólks sem voru venslað, fólk sem var venslað. Það gríðarlega nákvæmar útlistanir á því hvar venslin eru, hvernig þau mega vera og hvernig þau mega ekki vera. Þessi Nürnbergslög nasista voru ennþá dýpri í útlistinu sínum á því hvenær maður var, einstaklingur var gyðingur og hvenær ekki. En hins vegar þá lögðu þeir áhersluna á arfgerðina, sem sé að þú hafðir þessi genetísku þessi gen í þér sem urðu til þess að þú gast ekkert sloppið frá örlögum, og það kom einmitt í ljós þegar við byrjum saman, og ég hef gert það, ég skrifa þarna bók huldu þjóðir Evrópu, og þar fjallaði ég Karaita, lítið samfélag gyðinga frá Krím og í Trakai í Litáen, og þeir sluppu ótrúlega vel í helförinni. Og það var vegna þess að þeir höfðu lagt áherslu á að vera eins og hinir. Askenasar, hinir austur-evrópsku gyðingar, flestir aðrir, og þeir flokkuðust flestir undir Askenasa, þeir lögðu megináherslu á það að halda sér hreinum af hinum, hvorki snerta hina óhreinu eða yfirleitt að vera mikið í sambandi við þá. Og ég hvet ykkur til þess að lesa Basili Singer, þann mikla snilling sem var sjálfur gyðingur og alinn upp af rabbína, fæddur í austurhluta Póllands. Ég held að hann hafi verið í Lublin. Allavega hann fékk Nóbelsverðlaunin einhvern tímann 73 og fjallar mikið og hefur verið mér eiginlega meiri náma þekkingar á þessu daglega kvöndarslífi gyðinga heldur nokkur annari, og fræðibækur hafa ekki komist til háls við þá þekkingu sem ég get fengið hjá honum, því að hann þessi lifandi heimild, sögubrunnur. En þar kynnist maður bæði þessum sérstöku reglum, sérstöku hefðum, mataræði, snertingu, og ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, nema hvað að ef að Jón, vinur minn, skyldi fara til Ísrael og fá þar áheyrn á rabbína. Þeir eru tveir sem eru svona aðalmennir í þessu, annar kannski betur en hinn, ég þekki hvorugan, nema hvað að ég held þú kemist ekki hjá því, Jón, fyrir utan að ná allum þessum 7 atriðum sem ég nefndi í byrjun, að ef að þú fengi nú að hliðinu skildi upp lokið fyrir þér,
þá held ég að þú þyrftir að ganga í gegnum umskurð. Og þá held ég að þú þyrftir að spyrja Jakobína hvað hún myndi segja. Takk fyrir í dag. Já. Ég veit ekki, mér alveg sama. Ég bara hérna gestur og... Byrjuðu þig að endurtaka þær fyrir þá sem það hlusta á netinu. Já. En endurlega bara að spyrja. Nei, hún var undan. Það komin röð. Ég var næstan réttari kynningu með þetta með að það erfist að vera gyðingur. Já. Þegar móðurinn er gyðingur, þá ertu gyðingur, svo það líka að betra vera. En það var Guð almáttugur sem að valdi það að gyðingarnir skyldu verða hans útvalda þjóð. Og hvernig rökstyðja sumir gyðingar það að þeir geti ákveðið einhverjir aðrir en Guðs valdir geti orðið gyðingar. Þetta mjög teológisk spurning sem ég hugsa að margir hafi glímt við og spurningin syns ég, hvernig möguleiki fyrir þá sem aðhyllast gyðingdóm sem byggir á því að þeirri trú og vissu að Guð hafi ákveðið hverjir það eru sem eru hinn útvöldu. Ef að hinnir útvöldu bæta svo í hópinn úr fólki frá að utan, hvernig geta þeir þá rabbínarnir sem gefa grænt ljós eða rautt, hvernig geta þeir tekið sér þetta vald eða ekki að ákveða hverjir gerast gyðingar þegar þeir hafa ekki þetta og taka þar með fyrir hendunar á Guði. Ég nú ekki svo vel að mér í guðfræðinni að ég geti logið mig út úr þessu, að svara þessu, en ég rekna með því að nákvæmlega þessi spurning sé spurningin sem til dæmis karætar eða þeir sem aðhyllast bókstafstrúna og sérstaklega þeir sem þó aðhyllast stranga bókstafstrú, hinnir frómu eins og þeir kalla sig, að þeir spyrja sig og hafna því að það sé nokkur mannlegu máttur sem getur yfir tekið fram fyrir ákvörðun Guðs. Ég regna með því. Þannig ég get nú ekkert svarað þessu öðruvísi. Isaac Bashevis Singer. Hann fékkst hérna á bókamarkaðnum í mörg ár. Ég keypti einhvern mann 10 kíló af Bashevis Singer. Það voru einhver 10 bindi held ég man það ekki, þetta var mikið magn og þar með var ég dottinn inn í Bashevis Singer, hann feiknalvíð. En ég held að hann sé orðinn illfáanlegur, nema kannski bara í fornbókabúðum sko. Já. Eiga menn auðvitað með að færast á milli hópar eða sem gyðingar geta mjög auðvitað að fara á milli og það frjálslyndur eða... Ég hugsa að það sé enginn vandi að vera frjálslyndur sko. Já, ég hugsa að sé öllu verra að fara í hináttina sko. Þannig að fjölgunum sem talaði að þessum okkur það frá fæðingar. Það vegna þess að, já, það bara fæðingartíðnin mikil. Konur og kallar mega ekki nota getnaðarvarnir og konan reyndar gerð til þess að fæða börn og þau eiga að fjölga sér, það lögmálið og þannig að þetta oft mjög stóra fjölskyldur. Svo að það ástæðan. Ég veit að karætar, þeir sem voru mjög strangtrúaðir og eru strangtrúaðir, að þeir áttu erfitt með að umgangast venjulega gyðinga þó að þeir væru sem þessi gyðinga líka
þó þeir leiddust til að stundum því að þeir gátu ekki tekið að sér að jaðsetja fólk eða veita fólki nábjarginnar fyrir að vera dáið því að það mátti ekki snerta dauðan. Þeir voru svo hreinir. Þannig að það voru þá gjarnan fólk úr öðrum gyðingasamfélögum sem tóku það að sér. Já, Jón Ragnar heiti ég. Gyðingahatur og útrýmingar árátta ekki 20. aldar fyrir. Nei. Martin Luther gerir sitt til þess að útrána gyðingum. Já. Er eitthvað sögulegt upphaf af þessu hatri á því? Ég sko, já, gyðingahatur og gyðingaofsóknir ekkert nýtt. Jón vitnaði vísaði til Martins Lúthers sem var nú sannarlega mikill andstæðingur gyðinga og notaði mjög ljót orðum það fólk, var verkfæri djöfulsins og ég veit ekki hvað, nema að spurningin til einhver tímasetning á hvenær þetta gyðingahatur hófst. Nei, ég held að það sé nú ekki hægt. Við kynnumst því nú væntanlega hjá Jóni að þeir voru sko mjög strax frá öndverðu í stríði við nábúa sína. Og svo ef þeir voru ekki í stríði við nábúa sína, það voru líka í innbyrðisátökum milli kvísla. Svo að það í sjálfsagt ekkert nýtt. Þeir eru síðan hraktir frá landinu helga eða frá Palestínu á fyrstu öld eftir Krist. Sko, til dæmis þegar svartidauði barst, og ég kannski fjalla það síðar, þegar hann barst til Evrópu í fyrsta sinn 1347 til 52, að þá brutust út alveg hrikalegar ofsóknir á hendur gyðingum í Suður-Evrópu og þeir voru þá, þeir sem ekki voru drepnir, þeir hrökkluðust í norður og þeir voru reyndar boðnir velkomnir til Póllands þá því að Kasmír III var þá að stækka landið í austur og það upphafið af þessum miklu byggðum gyðinga í Austur-Evrópu sem við síðan fjallum síðar. En ég held að, já, þetta sem sé, já, ekki hægt að setja puttan á neitt ákveðin tíma þegar þetta hófst, ekki ég allavega. Tvennt ætla ég að segja áður en ég byrja. Það annars vegar, Þorleifur var nú búinn að vera svo hógvær með þekkingu sína, hann veit heilmikið gyðinga. Ég veit ekkert mikið gyðinga. Ég setti sem markmið fyrir þetta námskeið að bara undirbúa ferðina sem við erum að tala um. Að mann kynnu skil á því sem maður myndi sjá í svona ferð svæðin í einhverjum Austur-Evrópu, Mið-Evrópu sem að slík ferð myndi vera til. Að fá sér satt bakgrunn sem að skildi það sem maður þekkti, sem maður sæi. Og það sem sagt markmiðið með þessu námskeið, bara búa til þann bakgrunn. Við hvorugur okkar veit í sjálfu sér mjög hefur djúpa vitneskju gyðinga og bara fyrirgefið þið fyrirfram, það verða sjálfsagt einhverja missagnir í því sem ég segi allavega og þá þið bara umlíða það. Þetta bara svona einhver meðfæddur glannaskapur að vilja fara að halda námskeið eitthvað sem maður veit ekki meira um. Og annað sem ég ætlaði að segja í byrjun, þetta mjög viðkvæmt efni. Í fyrsta lagi, við erum náttúrulega að tala uppruna trúarinnar og við erum að tala altså kristni sprettur upp af gyðingdóm og margt sem við segjum geti sært einhvern sem væri trúar, allavega margt sem ég segi geti sært einhvern sem trúaður. Látið vita ef ég einhvern veginn að böðlast á trúartilfinningum og ég sjálfur ekkert mjög trúaður. Og í annan stað þetta viðkvæmt vegna þess að samskipti Ísraela, ísraelskra gyðinga og palestínumanna eitt heitasta pólitíska efnið bara í heiminum og búið að vera það lengi. Og fólk hefur mjög heitar tilfinningar til þessara tveggja hópa. Flestir hér á landi hafa mesta samúð með Palestínumönnum.
Það ekki endilega allstaðar svoleiðis. En líka pólitískt getur maður höflega rambað út af rétta vegi. Þannig að við ætluðum að reyna að vera hlutlausir í þessu, það ansi erfitt og við höfum haldið svona námskeið áður, þá fengum við svolítið skammir fyrir það að við verum of miklir Palestínu áhangendur og rauðum ansi ergilegir út af því að við vorum búin að reyna að nugga okkur svo utan í gyðinga. En þetta bara þræl viðkvæmt efni og hræðilega erfið deila sem að ekki til nein patentlausn á, það ætlaði ég að segja áður en ég byrjaði. En að öðru leyti þá ætlaði ég að tala forsögu gyðinga, söguna eins og hún sögð, sögu þeirra eins og hún sögð í Gamla testamentinu, í sem sagt trúarbók gyðinga. Þar saga þeirra rekin, það söguritt og hins vegar ætlaði ég á eftir að fara yfir það hvað hægt væri að segja þetta út frá trúverðugum heimildum, fornleifafræði, öðrum sagnfræðilegum heimildum, sem bera þetta tvennt svolítið saman. Og hebreska biblían, það að segja svona það bil Gamla testamentið, í næsta tíma þá förum við svolítið yfir það hvað biblían og hvað Gamla testamentið en það svona það bil hebreska sagan sögð í Gamla testamentinu. Og hún segir sem sagt tvennt, hún segir annars vegar frá upphafi heimsins, bara svona hvernig hann verður til, og svo rekur Gamla testamentið sögu gyðinga aftur undir Kristsburð, hætti dálítið áður. Og þetta Gamla testamenti, þessi saga, hún byggir á munnlegri geymd sögum sem voru skráðar niður eftir væntanlega munnlegri geymd, löngu eftir að þeirra atburðir urðu sem sagan segir frá. Sennilega Gamla testamentið að þó nokkru leyti skrifað á örlaga tíma gyðinga þegar þeir höfðu verið herleiddir til Babýlon svona 7. öld fyrir Krist. Og hún segir frá atburðum sem að gerðust allt frá 1700 fyrir Krist. Þannig að það verður að segja þarna sögur mjög löngu liðna atburð, ennþá meira heldur en Íslendingasögurnar eru að segja frá, berum það saman. Og þegar að þessi bók skrifuð eða þegar að þessar bækur eru skrifaðar, Mósebækurnar 5, þá það sennilega til þess að stappa stálinu í gyðinga. Það voru erfiðir tímar hjá þeim þá, þeir voru í útlegð og þeir þurftu að gjörbreyta trúarsíðum og aðferðum sínum og þeir sömdu sennilega þessa sögu til þess að búa til einhverja uppruna sögu sem að styrkti þá, sem geti gefið þeim styrk til að vera þeir sjálfur og stappa stálinu í þá í erfiðleikum. Þá bjuggu þeir til sem sagt glæsta sögu eins og fólki gjarnan vill gera, bjuggu þeir til glæsta sögu fortíð sína, hvernig hún var. Og það hefur verið gert gífurlega mikið af því að reyna að rannsaka hvort þetta satt eða ekki. Og menn hafa beitt til þess miklum lagt á sig mikið í fornleifafræði rannsóknum til þess að reyna að staðfesta eða vefengja þessar sögur sem sagðar eru í Gamla testamentinu. Og þessar rannsóknir hafa verið dálítið drifnar áfram að trúarþörfum. Og það aðeins þær sem ég ætla svo að vitna í þannig í lokin til hvaða ljósi hafa þær varpað á þessar sögur sem sögð í Gamla testamentinu. Svo ég ætla að byrja á því að rekja aðeins hvað söguna eins og hún sögð í Gamla testamentinu. Og heyriði til mín, ég skiljanlegur? Ok, gott. Þá fyrst sögu heimsins, fyrstu 11 kaflarnir í fyrstu Mósebók, sem byrjuninni á biblíunni, þar sem segir frá sköpuninni, þar sem segir frá syndafallinu, þar sem segir frá nefílónum, þessu einkennilega fólki, syndaflóðinu, sem að
heitir nú svo hjá okkur fyrir þýðingavillu, en það heitir í raun og veru bara Flóðið mikla. Þjóðatalið, þar sem talið upp kynþættir mannanna eða ættir mannanna, og sagan Babelsturnin. Frá þessu segir öllu í þessum fyrstu 11 köflum, og þið þekkið auðvitað meira og minna þessar sögur, en þær eru sagðar ítarlegar í upphaf Mósebókar, og mjög þess virði að lesa það. Ég er handviss að það væri góð skipti að sleppa sumum sakamálasögunum fyrir jólin og pæla í gegnum fyrstu 11 kaflana í Mósebók. Þeir eru svo sem ekkert óskaplega auðlesnir, en þeir eru mjög fróðlegir og skemmtilegir. Eftir 11 kaflana þá tekur við sagan Abraham. Og þá erum við einlega farin að byrja að rekja sögu ísraelsku þjóðarinnar. Hvernig hún verður til og hvað kemur fyrir hann. Og allstaðar, en kannski ekki síst þarna í þessum 11 köflum, þar eru víða mótsagnir. Það verða að þræða, flétta saman mismunandi sögustrengi og það verða mótsagnir. Það til dæmis sagt á 2 stöðum frá hvernig Eva sköpuð, og það mjög mismunandi. Öðru tilfellinu sköpuð úr rifi, Adam sínu tilfellinu bara úr leir eins og hann. Við erum öll úr leir. Og það eins með steintöflurnar sem boðorðin voru skrifuð á. Þær voru jú 2, og Móse kom með þær ofan á fjalli, sá þá að var svo reiður við Ísraelsmenn af því að þeir höfðu haldið partí á meðan sem fóru böndum og gert gullkálfinn svokallaða, þá braut hann töflurnar. Og svo í annarri Mósebók miklu aftar þá segir frá því að Guð skrifa aðrar 2 töflur með puttanum. Hann skrifaði með puttanum í stein. Og það eru önnur boðorð og einlega miklu ómerkilegri boðorð. Þau eru aðalega með einhverja helgidaga og hvernig ég halda upp á þá, en þessi alvöru boðorð þau eru á fyrri töflunum sem brotnuðu. Þannig að það er ýmsar svona mótsagnir. Nú, sköpunin fór fram 3761 fyrir Krist. Það reiknaði erkibiskup úr Írlandi út fyrir löngu, Usher hét hann, og svo var fræðimaður í Cambridge sem reiknaði út, ef mann rétt, hann hét Lightfoot, léttfeiti myndi hann vera kallaður hér, og hann reiknaði út að þetta hefði verið, ef mann rétt, klukkan 9:23. október. Og það eru til fleiri kenningar það hvernig þetta gerðist. Þið hafið þarna, ég með heilmikið af myndum og kannski gleymi ég að skýra það út, en þarna Guð að skapa, hann að skapa dýrin þarna. Ég ætla nú ekki að fjölyrða sköpun, en það þetta ferlega skemmtilega saga, en benda samt á að Guð, hann skapaði heiminn ekki úr engu. Það til að skapa ex nihilo úr engu. Það þegar Guðinn sem skapar bara hreinlega sér í huga sér hvað hann vilji búa til, en hann mótar ekki neitt efni. Óðinn, Vili og Vé eru þeir sem sköpuðu heiminn í Eddunni, og þeir sköpuðu hann úr skrokknum af trölli sem hét Ýmir. Þannig að þeir voru ekki að skapa úr ex nihilo, þeir voru að skapa úr efni. Og Guð var að skapa úr efni, og hann gerði það með því, eins og lýst þarna, að hann sorteraði hluti sem áttu saman og aðgreindi þá frá hlutum sem voru öðruvísi. Hann aðgreindi ljósið og myrkrið og höfin og jörðina. Þetta var sem sagt, hann var að sortera í raun og veru. Og hann var að koma skipulagi á heim með þessu. Hann sortera það sem átti saman frá því sem var ólíkt í. Og þar komum við að hinu eilífu og langvarandi deilumáli fjandans og Guðs, að það fer ofboðslega í taugarnar á fjandanum allt sem skipulagt. Hann undi sér vel
í óskepinu, í kaos, meðan allt var bara sullað saman, himni og jörð var sullað saman, vatni og þurrlendi, þetta var allt saman einhver grautur og Guð sem sagt sorteraði þetta og fjandanum bölvanlega við það og það hans æðsta markmið að reyna að koma aftur á þessu skipulagsleysi eða þessum kaos sem að Þannig að ég vissum að hann hlustar með viðbjóði á alla þættina hennar Lísu Páls skipulagsmál í Reykjavík. Og ég ætla að nefna eitt, það líka til, sumir sköpunarguðir skapa úr efni, mótana, sumir skapa úr bara hugsun sinni, engu, og bara til. Og svo það þriðja að sköpunin sé sífelld, að það sé sem sagt alltaf verið að skapa, að það sem að það sé engin stund þegar sköpunin fór fram, heldur sé það prósess, það sé alltaf að gerast. Það væri kannski, ef við getum talað einhverja svona nútíma hugmynd það, þá væri hún líkast þessu. Ég ætla ekki að tala mikið sköpunina meira, en ég ætla samt að nefna að auðvitað varð Guð að standa einhvers staðar, að vera einhvers staðar þegar hann var að skapa og hann stóð á kletti. Það var eini kletturinn sem var til, það var ekkert í heiminum til hann að þessi klettur þegar hann byrjaði að skapa en hann var að standa á einhverju og þessi klettur undir klettakirkjunni í Jerúsalem. Mjög merkilegu klettur, hann þar inn í, ég hef ekki séð hann en ég hef séð myndir á honum, hann þarna inn í kirkjunni. Og það var ekki bara það að Drottinn stæði á honum meðan hann var að skapa, heldur var þetta líka staðurinn þar sem að Abraham ætlaði að fórna Ísak, sem þið kannist sjálfsagt við. Og þetta merkilegu klettur líka í sögu Íslam, því að Múhameð fór í hina frægu næturferð frá þessum kletti í fylgd með Gabriel erkiengli. Og þetta sköpunina, brottreksturinn úr Eden, það nú stór saga það, af hverju það gerðist og menn hafa velt fyrir sig hvar var þetta Eden, velt í fyrir sig í alvöru og menn hafa reynt að sanna það ansi mikið og að þetta sé líklega nálægt vatninu Vann í Austur-Tyrklandi, stóru vatni, eða í einhvers staðar nálægt borginni Tabrís í norðvestur Íran. Og svo hefur verið nefnt Sri Lanka líka og fleiri staðir, Mekka, nálægt Mekka. Þannig að menn hafa velt mörgu fyrir sér í sambandi við þetta. Þegar Guð var búinn að skapa Adam og Evu, þá ákvað hann að setja í þau frjálsan vilja, að þau gætu sjálf ákveðið hvað þau gerðu og spurningin frjálsan vilja eða ekki frjálsan vilja, löggengi eða frívilja sem sagt ein af stærstu spurningunum í heimsbyggju hefur alltaf verið, hvort við séum í raun og veru frjálsa því að gera það sem okkur sýnist að Guð, hann var þeirra skoðunar, það ætti að gefa þeim frjálsan vilja og nú munið það að Guð alvitur, það að segja hann veit allt sem búið að gerast, hann veit líka allt sem á eftir að gerast, þannig að auðvitað sá hann fyrir að þau myndu klúðra þessu með frjálsa viljanum því að þau notuðu þennan frjálsa viljast til þess að óðara til þess að gera einmitt það eina sem hann hafði bannað þeim og það hlýtur hann að hafa séð fyrir. Allavega ef maður les Biblíuna þá dregur maður þá ályktun. Það sem við gerðum með því að gera það sem var bannað var að þau sýndu hroka og hroki ein af dauðasyndunum 7. Þau sem sagt settu sig yfir Guð. Það líkaði náttúrulega Guði mjög illa. Og þau gerðu þetta út af því að freistarinn freistaði Evu. Það var eiginlega freistarinn sem að birtist þarna í höggormslíki og höggormurinn reyndar greinilega, við getum séð það hérna á mynd ef ég man rétt, hérna Guð að skapa, 7 dagana. Hér sjáum við þessa stund þegar að Eva tekur á móti eplinu frá freistaranum. Og þið sjáum að þessi freistari slanga, höggormur, en efst hún kona. Þannig að freistarinn var kvenkyns. Og það hefur
Já, það hefur mikið verið rætt og hvaða þýðingu það hafi haft. Og svo má spyrja sig hvaðan og fjandanum kom þessi hristari allt í inn í Eden sem Guð var nýbúinn að skapa sem einhver dýrðarstað þar sem ekkert illt átt að vera. Hvaðan kemur allt í einhver hristari sem lætur ekki Evu fara að gefa Adam epli og síðan erum við kallar með þetta hérna sem þið vitið. Það var prestur í Þelamörk í Eyjafirði, hann hét Árni Halldórsson, var uppi á 18. öld. Hann reiknaði það út að Adam og Eva hefðu bara verið cirka hálftíma í paradís, í Eden. Þau hefðu ekki þurft lengri tíma til að koma sér þar út í hús. Og þau drýgðu erfðarsyndina. Og það auðvitað synd sem að engin mannréttindadómstóll myndi nokkuð tíma viðurkenna, ekki einu sinni héraðsdómarar myndu kunna við að líta á það gæti verið rétt að einhver sekt erfðist á milli fólks. Nú en þetta endaði svona í Eden. Þetta eru myndir eftir Michelangelo í Sixtínsku kapellunni og þarna engill. Sést nú ekki vel vængirnir á honum, þið sjáu þarna bólinn á slöngunni eða höggornum, orminum og þarna engill að reka þau út í útlegðina Adam og Evu. Þau eru skömmustuleg því að þau eru allt í einu búin að fatta að þau eru allsber, þau skömmuðust sín ekkert fyrir það fyrst en allt í einu þegar þau voru búin að þegar þau höfðu borðað ávöxtinn þá rann það upp fyrir þeim. Og þau voru rekin út í þessa útlegð sem mannkynið í raun og veru í. Allt mannkynið í eins konar útlegð. Það ekki þar sem það á heima. Það á heima í Eden og þangað langar það að fara. En það dvelur hér í þessum Táradal. Með hellri verðbólgu og öllu COVID. Það geysilega skemmtileg saga hérna baslið sem að drottin átti í með að skapa Evu. Það hefði verið gaman að hafa hér svona hálftími viðbútt til að segja ykkur hana, hún svolítið dónaleg, en ég ætla að verða nú að leita mér það. En ég ætla að nefna í staðinn að þrívegis, jafnvel 4 sinnum, varð drottinn fyrir vonbrigðum með fólkið sem hann hafði skapað. Það var náttúrulega þarna, hann hafði fengið í þennan fína garð og sagt í hvernig þetta haga sér og samt klikkaði á því. Þannig að fyrsta áfallið náttúrulega hann verður að reka það úr Eden og niður á jörðina. Í annað skipti þá bara mannkynið orðið svo vont. Það er búið að haga sér svo illa að hann ákveður að drekkja því nema 8 personum. Og það því svokallaða syndaflóð, eða flóðið mikla. Og í 3. sinnið þá neyðist hann til að grípa til þess ráðs að þegar mannkynið var búið að byggja Babelsturnin, háan turn, þar sem að fólkið í hroka sínum ætlaði að byggja svo háan turn að það geti gengið inn í himnaríki og sest í sæti drottins. Fullt af hroka, náttúrulega í því þegar við byrjuðum að byggja þetta og voru hér komin alveg upp. Það 4000 kilometrar upp í botnin á himninum og það voru nærri komið þangað. Það hefur að vísu fundist fyrirmyndin að þessari byggingu sem var nú líklega aldrei meira en 90 metra há en hún var nú 20 metrum hærri en Hallgrímskirkjuturnin. En hann neyddist til að brjóta þessa byggingu og sundra tungum mannanna þannig að þeir gæti ekki talað saman. Þeir höfðu bara eina tungu áður en þetta var og þeir notuðu hana til þess að rotta sig saman að byggja svona háan turn til að komast í sæti drottins. Þannig að hann ákvað að, hann hugsaði með þess að ég ætla að láta alla fara að tala sitt hvert málið þannig að þau get ekki náð saman svona tæki. Og menn hafa verið að velta því fyrir sig hvaða mál þeir hafi þá talað áður. Og þar hefur verið þó nokkuð minnst á að það kunna hafa verið hebreska. En svo ansi áleitin kenning líka það sem segir að það hafi kannski verið sænska. Og það eftir Svíum að hafa reynt að lansera þeirri kenningu
sig. Þetta var vel. Svo syndaflóðið, það segir frá því þarna í þessum 11 köflum. Það vita náttúrulega allir þá sögu. En það voru 10 langlífar kynslóðir sem liðu frá sköpuninu og þá til syndaflóðið byrjaði. Fólk var afskaplega gamalt þá, það var nokkur 100 ára gamalt, sumt. Og það var vegna þess að þau þarna, minnst mörg af þeim kunnu ekkert að synda. Við verðum bara gömul og hrörnum bara út af því að við erum alltaf að synda. Þannig að ef þið viljið hætta að eldast, þá bara hætta að synda. En þetta kunni fólk sem það kunni ekki svo mikið á syndir allir þarna á þessum fyrstu árum, þannig að þau vörðu sig ekki á að syndga, þannig að þau urðu upp í 900 ára gömul. Og samt fór því hratt aftur, þannig að hann neyddist til að drekja þeim öllum fyrir utan sem sagt Nóa, konuna hans og 3 syni hans og konunar þeirra. Svo tókuðu 35.000 dýrapör sem að fengu pláss í örkinu og þessi dýr urðu öll að lofa því að eðla sig ekki á meðan það væri í örkinu. Það vissi enginn hvað þetta myndi vera langur tími, þetta var líklega ár, stundum er sagt að það hafi verið 40 dagar. En það hefði náttúrulega ekki orðið algjör katastrófa ef kannski kindur eða hross hefðu farið að eignast mikið af folöldum og lömbum. Það hefði bara örkinn einfaldlega sokkið, þannig að þau lofuðu þessu. En það voru 3 sem svikust það var hrafninn, þau eignuðust egg, hrafnaparið. Það var hundar, einhver tíkuhundur eignuðust hvolpa og svo var það sonur Nóa sem hét Kam og refsing allra þessara kvikinda, þessara 3 var að þau skildu verða svört. Þess vegna er hrafninn svartur, þess vegna er Kam og afkomendur hans svartir, þeir bjuggu í Afríku. Og svo voru einhverju hundar svartir, en ég veit ekki af hverju sumir hundar eru hættir að vera svartir núna og orðnir brúnir eða gráir, en það Biblían svarar ekki öllum spurningum. En þarna er örkinn sem Nói smíðaði og þarna eru einkennilegar persónur á sundi í kringum örkina og það eru sírenur og enginn veit hvað af þeim varð. Sírenur voru svo konur að ofan, fiskar að neðan og bjuggu í sjónum. Og það er eina af mörgum spurningum sem eru ósvarað syndaflóðið. Syndaflóðssagan í Biblíunni, hún er ein af nokkrum sögum sem menn þekkja frá þessu svæði, Austurlöndum nær í víðum skilningi, sem segir frá mjög miklu flóði sem hafi eitt byggð. Og frægasta og elsta sagan af þessu tagi er Gilgamesh-kviðan sem var ort fyrir einum 2000 árum fyrr en sagt er frá í Biblíunni. heldur syndaflóðsagan í Biblíunni. Gilgamesh-kviðan var að koma út í 3. sinn, sá ég var í bókatíðindum. Hún hefur verið tvíþýdd, merkilegt kvæði, eitt elsta kvæði heims. Og alveg þess virði að lesa það. Og það var annars vegar Gunnar Dahl sem þýddi hana og hins vegar Stefán Steinsson og það er koma út aftur þýðingin eftir Stefán. Sá ég var. Nú, þegar að loksins syndaflóðin var lokið þá spjölluðu þeir saman Guð og Nói og Guð lofaði að eyða mannkyninu aldrei aftur. Það var mikil huggun. Og hann setti sem sagt svokölluð Nóa-lög. Hann lofaði þessu og hann sagði að allt lifandi á jörðinni skyldi vera á valdi mannanna. Hann væri sem drottinn alls sem lifði, sem var glannalegt á hann. Og svo kveikti hann á regnboganum til þess að votta það að þetta væri í lagi. Hérna er önnur mynd af örkinni og þannig er dúan að koma með laufblaðið. Já, og svo er það Babelsturnin sem sennilega var turn í Babylon og hérna er mynd af honum, hann hefur verið mjög vinsælt myndefni. Þarna sem sagt byggðu þennan turn, hann átti að ná upp í himininn og
Og það var þá sem að til að koma í veg fyrir að þetta geti gerst aftur sem að tungunum málunum var sundra. Nú veit enginn hvað gerist þar að hér allir farnir að tala ensku, jafnvel lítil börn strax að þau fæðast hér á Íslandi byrja að tala ensku og bráðum talar kannski allur heimurinn allavega ensku og kannski kínversku og þá geti nú verið að það yrði byggt aftur Babelsturn ef að fólk næði og hver veit hvernig það færi. Hérna önnur mynd, hún frá Isfahan, þessi mynd. Já. Og þannig erum við búin með þessa forsögu. Og þá farið að segja frá sögu ísraelsku þjóðarinnar og hún byrjar á því að fyrir svona 1700-1800 fyrir Krist, ef menn reyna að giska á eitthvað trúlegt ártal, þá segir sagan frá því að maður að nafni Abram, sem við köllum alltaf Abraham, hann hét það ekki fyrir að seinna, Abram flutti með skylduliði sínu frá borginni Úr, sem að í Írak núna, var stór og merkileg borg í þá tíð í landi sem að þá hét Kaldea, Írak hét Kaldea, og þessi Abram fer með fjölskyldu sinni í burtu frá þessari borg og heldur til vesturs og þetta á tíma sem að kallað eldra Babýlon í ríkið og það ríkjandi þarna konungur sem heitir Hammurabi, mjög frægur konungur og hann setti löggjöf í Kaldeu sem að menn þekki ekki aðra eldri heildstæðu lög. En Abram fór sem sagt til bæjar sem heitir Haran, sem að núna í Tyrklandi, austanverðu Tyrklandi og hann var þá 75 ára gamall og með honum í för var kona hans sem hét Sara og svipuðu aldri og Lot bróðir hans og pabbi þeirra sem hét Tara. Og hann stoppar þarna svolítið í Haran en heldur svo áfram suður til lands, suður á bóginn. Þið sjáum hvað Haran á þessu korti, hann heldur sem sagt suður fyrir Damaskus sem að þarna smá ekki með neitt bendil en þið sjáum hvað Damaskus og litla innfelda kortið, ekki þetta að losna við hennan svörtu Já. En hann fer sem sagt þarna suður til land sem heitir Kaldea, sem heitir hérna Kanon og það land sem að gengur nú undir ýmsum nöfnum og ég mun sjálfsagt nefna fleiri en einu nöfnum, stundum Gyðingaland, stundum Palestína, stundum landið Helga. Þetta allt notað svona sitt á hvað í. Já, þetta það sem við höfum ekki núna. En þetta land ríkt land, fólk lifir þarna nokkuð góðu lífi og það mikil verslun, það mikil verslun, því þetta á verslunarleið á milli, þetta Guð hafi ekki skapað þetta, það svíkur. Þetta á verslunarleið sem eins og rauðstrikinn, það líka leið áfram. Verslunarleið á milli stórvelda heimsins á þessum tíma sem eru Mesópótamía hérna, þessi Babýlon og Egyptaland hérna og fleiri hér norður í Litlu Asíu bjuggu þá sterk þjóð og mikil sem heitir Hittítar, leið svo undir lok og hér á þessu svæði sunnan við þetta land sem Kanon, þar bjuggu Nabatear í það minnsta seinna og voru mikið verslun. Þannig að þetta á sem sagt við verslunarleiðir, mikilvægar verslunarleiðir og þetta gott land og drýpur hérna af mjólk og hunangi eins og var að orðtækið. Ég held að þetta sé ekki þessum. Nú, í bæ sem að hét þá Sikkim, eða kallaður Sikkim í Biblíunni, en núna kallaður Nablus og stundum nefndur í fréttum, þá birtist Guð, þessi Guð sem að
kallaður Javi, sem þó ekki nafnið hans, því að það mátti ekki segja nafnið hans. Hann var hans í móðgunargjarni, þessi guð, sérstaklega framan af, og bara varð stórreiður ef einhver nefndi nafnið hans, sem Freyja. Þannig að þetta Javi, það einhver orðaleikur til þess að komast hjá því að nefna. En þeir hittast þarna og þeir talast allavega við. Það var erfitt að tala við hann líka, þegar Móses lenti í því, þegar hann ætlaði að fara að tala við hann, og þá var Javi svo merkilegur með sig, hann vildi ekki tala við hann öðruvísi en að þykjast vera brennandi runni og talaði þá og Móses mátti ekki horfa á hann því þá brann hann sjálfur, þannig að þetta var ekki einfalt og hann gat nú bara trútt talað þegar hann var með þessi merkilegheit út af fólkinu sem hafði búið til Babelsturnin þegar hann var svona genverðugur sjálfur. En þeir tala þarna saman og þeir fara að tala svona gagnkvæman samning og samningurinn felst í því að Javi skuli blessa þjóðina. Og að blessa, það þýðir einlega, orðið þýðir að gera frjósamt, hann skuli láta gott af sér leiða fyrir þessa þjóð ef hún vilji gera tvennt, hlýða sér og hafa enga aðra guði. Og það bara byrjunin á boðorðunum, það undirstrikar þetta. Samningurinn hlýðiði mér og hlustið ekki á neina aðra guði, þá skal ég gera veg ykkar mikinn og ykkur að merkilegri þjóð og gefa ykkur land og láta ykkur farnast vel og blessast. Og þetta svo endurtekið stef þarna í lífi Abrahams og það svo einlega klárað upp á Sínaí fjallið þegar að Móses aftur hittir Javi þar og þetta skrifað niður á töflurnar. En þetta samningur, Sínaí samningurinn sem gerður milli Ísrael og Javi. Blessun gegn hlýðni. Nú, og þetta kemur nú aftur og aftur fyrir hann og Abraham þarna á raustinu, hann hirðingi, þannig að hann reikar með hjarðir sínar og býr í tjöldum. Hann fer suður til Egyptalands og það nú skrítinn kafli sem kemur þar. Því að hann segir allt í einu við Fará sem hann kynntist að Sara sé bara systir sín og hann alveg fá hana í kvennabúrið og hún sett í kvennabúr og Abraham þykist bara ekkert vita og drottinn verður reiður og segir Fará að þetta sé ekki gott að hann sé með Söru í kvennabúrinu og það verður bara leiðind út úr þessu öllu og Abraham verður að fara og hann fer aftur til Kanánslands. Og þá faraði nú að bræður að Lot og hann að festa ráð sitt og Lot hann fer niður að Dauðahafi sunnanverðu og sest að í borg sem heitir Sódóma. En Abraham hann að svona til skiptis í þorpum, hann í Salem, hann í þorpi sem heitir Mamron, hann í Hebron og hann í þorpi sem heitir Berseba. Og bara dálítið kátur þarna, en það samt leiðindi hjá þeim hjónum að Sara barnlaus og það var náttúrulega ekki mjög gott. En hún orðin það gömul, hún var 75 ára þegar lögð af stað, hún var 85 ára þarna og einlega tiltölulega vonlaus með að eiga barn. Svoleiðis að það verður úr hjá þeim hjónum að kallinn megi þá barna ambátt sem höfðu tekið með sig frá Egyptalandi sem hét Hagar. Og hann gerir það. Og Hagar sem sagt eignast son sem heitir Ísmael. Og Ísmael verður svo ættfaðir allra bedúína, hirðingjana í arabískaganum og allir múslimar rekja ætt sína til Ísmael. Hann sem sagt ættfaðir múslima og Abraham verður þar með ættfaðir ekki bara kristinna manna í gegnum syni sína, heldur í gegnum þennan svona allra múslima. Svo kemur nú smá skrítið intermezzo, það koma 3 menn í heimsókn til hans, því sýkjum með mynd sem var tekin við það tækifæri. Nú eitthvað vesinn aftur. Jón, komdu nú að hjálpaði mér. Já, þarna Hagar, já,
Altså Sara var náttúrulega, þó hún lifði þetta, þá var hún ekkert sátt við það, þannig að hún var tvívegis, þá rak hún mikið Hagar út í eyðimörkina og þarna liggur mikið Ísmael og er að þorna upp og þá kemur Gabriel, það er hann sem að flýgur þarna hvítum vængjum yfir trénu og hann kemur og bjargar henni vatn. En ég ætla nú að fara lengra, hérna er þetta. Það koma 3 gestir til Abrahams. Og hann er hirðingi, hann er þarna í tjaldinu og hann tekur þeim mjög vel. Gestrisni er sem sagt, það er mikil gestrisni hjá hirðingum og hann slátar óðara kálfi, alikálfi og setur hann niður og fer að veita þeim veitingar. Hann veit ekki hverjir þetta eru, en þetta er í raun og veru drottinn sem situr svona fyrir miðju og svo englarnir 2, Gabriel og Mikael, og því miður er ekki tími til að halda langa ræðu munin á erkienglum og öðrum englum sem ég myndi hafa gert ef það verið meiri tími en þetta. En ég ætla samt að segja ykkur að þetta er fræg mynd, þetta er íkóna eftir Rússa sem heitir Rubljev og er einn frægasta íkóna sem að til af gestunum 3 hjá Abraham. Og í stuttumáli, þau eru að spjalla þarna svolítið saman og það kemur fram að þeim leiðist að vera ekki barn saman og Guð segist geta reddað því og þá er þetta rétt hjá hann gat allan fjáran. Og hann segir við Söru, ég skal bara sjá til þess að þú getur eignast barn og hún fer að hlæja og segir að þetta sé bara della og þau rífa. Sara er eina manneskjan sem vitaði til að hafi rifist við Jahve án þess að brenna upp til agna eins og hann gerði þá við fólk sem var með steyting við hann. Og þeir fara svo, Guð fer upp til himna, eða Jahve, og hinir 2 fara niður til Sódóm og sprengja hann í loftu. Eins og kunnugt er. Og nú væri líka hægt að gera skemmtilegan útúrdúr afleiðingar þeirra sprengingar og hvernig það allt fór fram og þau leiðindi sem að verðu þar og sifjaspell en ég ætla ekki að gera. En Sara verður ólétt, orðin 95 ára gömul með því og hann eignast barn og það er auðvitað Ísak. Og þá er nú úti friðurinn hjá Hagar því að hún hafði bara fengið að vera þarna meðan að Sara átti ekkert barn sjálf en svo náttúrulega gerist þetta eins og í tengdadótturinn eftir Guðrún frá Lundi. Það verða sem sagt óðara leiðindi og hún rekur hann aftur í burtu og Hagar fer sem sagt og einlega sest að í námunda við Mekka og svo kemur þróun sem múslimar hafa svo skeytt þarna við þegar að Ismael og Abraham faðir hans byggja upp Kaba í Mekka, steinin Mekka. En já, og Ísak verður sem sagt sonur þeirra og þau eru mjög kaldið við því og þau ekki geysilega vænt hann en drottinn er alltaf að spá í þetta með samninginn og hann ákveður að tekka á því hvað Abraham sé í raun og veru hlýðinn og leggur fyrir hann að hann eigi að fara og fórna sínum einkasyni og Abraham var hlýðinn. Hérna er hún að segja honum og sé orðin ólétt. Og hann var hlýðinn, hann sem sagt leggur Ísak á fórnarstall og býr sig undir að höggva á honum höfuðið þegar að Mikael, erkiengill, hann er oft á ferðinni, grípur í hendina á honum og stoppar þetta. En Jahve sá að Abraham var hlýðinn. Og Abraham, já, og Ísak sem sagt sleppur úr þessu og það er hrútur og það er að komið þarna og honum er fórnað í staðinn undir hrúturinn. En Ísak hann giftist Rebekku og þið kannist við þá sögu kannski og þau eignast 2 börn, 2 syni og það eru Jakob og Esau. Þetta eru tvíburar en Esau fæddist fyrr en Jakob hékk með hendin í löppina á honum þannig að þetta var svolítið tæft hver verið frumburðurinn. En Abraham, hann með því að eignast annars vegar Ismael og hins vegar með því að eignast Ísak og hann svo aftur Jakob og Jakob svo aftur 12 syni sem urðu ættfeður hinna 12 ættkvísla Ísrael. Abraham er sem sagt frændi eða hvað heitir það,
hann sem sagt sá fyrsti í báðum þessum trúarhreyfingum sem undan honum allir komnir sem eru kristnir eða gyðingar og allir sem eru múslimar. Og hann líka sagður vera fyrsti maðurinn sem að trúir á einn Guð, hann sem sagt höfundur eingyðistrúar. Nú má heilmikið deila það en þetta sagt hann að hann hafi fundið upp eingyðistrúna þar sem bara einn Guð. Oftast eru tveir Guðir, annar vondur og hinn slæmur og hinn góður, og þannig það nú í kristninni líka. Við höfum tvo Guði, annar fjandinn og hinn Jesú eða drottinn og þannig að við erum ekki alveg eingyðistrúar, en Abraham sagður vera fyrsti eingyðistrúarmaðurinn og upphafsmaður 3 trúarbragða: íslam, kristni og gyðingdóm. Ég ætla nú að fara í stærri skrefum yfir þetta. Ísak var fæddur, hann var búinn að giftast Rebekku, hann átti Jakob og Esau, og þar gerðust spennandi hlutir. Ég vísi nú bara í fyrstu Mósebók til að lesa þá. Það var þegar þeir rifust frumburðarréttinn, hann og Esau, Jakob og Esau, þegar Jakob flúði svo að heiman af hræðslu við Esau þegar hann glímdi við Guð eina nótt og fékk nafnið Ísrael, og svo til að vinna fyrir konu sem hét Rakel, en fékk ekki Rakel, heldur Leu, því munið eftir þessu biblíusögunum. Hann þurfti að vinna í 7 ár fyrir Leu og langaði samt í Rakel, og fékk svo önnur 7 ár þurfti hann að vinna fyrir Rakel, en hann fékk bónus því að það fylgdi ambátt hvorri sig, þannig að hann náði 4 konur fyrir 14 ára vinnu, sem gott, og hann eignaðist með þeim öllum börn, 12 syni í raun og veru, og þessi synir þeir urðu svo ættfeður hinna 12 ættkvísla Ísraels. En þetta voru ekki allt góðir strákar. Þeir lögðu í einelti yngsta strákinn sem hét Jósef, og hann seldu þeir á endanum suður til Egyptalands, og Jósef lenti þar í alls konar mannraunum, en komst til metorða og varð ráðgjafi Faraós. Þá kom Hallæri í Kanánslandi, hann gerði bræðrum sínum og föður orða að þeir skyldu koma suður til Egyptalands, og þeir gerðu það, og þeim tekið vel í framan af, og þá í raun og veru ísraelska þjóðin, hún komin til Egyptalands bara í vinnu eins og Pólverjar hér, og þeim mjög vel tekið og vel af þeim látið framan af, en svo líður tíminn og það hefur kannski breyst eitthvað vinnumarkaðurinn, þannig að á endanum eru þeir orðnir hálfgerðir þrælar og líður bölvanlega. Það verður svo uppi leiðtogi hjá þeim sem heitir Móses, hann var sonur hebreskrar konu, sem uppfyllti skilyrði sem Þorleifur var að nefna áðan. Hann var sem sagt í Hebrew, en hann var alinn upp hjá dóttur Faraós, fyrir einkennilega sögu, þið munið eftir henni kannski. Hann verður leiðtogi þeirra og hann fer að biðja Faraó og leyfa þeim að fara aftur til Kanánlands, þar sem þeir eigi heima, og Faraó vill það ekki, og Móses snýr sér til Jahve, og Jahve segist til ljá honum lið í þessu máli, og hann sendir 10 plágur til Egypta. Og það voru hræðilega plágur. Hann var nú ekki vandur að meðölum þegar hann tók sér til hann Jahve. Þannig að senda hann þeim engisbrettuplágu, en ein plágan var svo að hann drap alla frumburði í Egyptalandi bara á sömu nóttu. En þegar að það gerðist, þá sá Faraó að sér að það borgaði sig að losna við þessi kvikindi, gyðingana, og senda það bara heim. Og þeir fá að fara, þeir eru 600.000, segir Biblían, sem að labba af stað í áttina að Rauðahafinu, sem skilur þarna að. Hvort ég mun okkur, já, nei, ég er ekki með kort. Þeir eru að labba á Rauðahafinu á leiðinni heim. Faraó fer að sjá eftir því þegar hann sér að þeir eru farnir og sendir herinn, og þá gerist þetta kraftaverk að hann opnar geil í gegnum Rauðahafið og þeir komast þar yfir, en svo skellur hafið á þá
á hermennina þegar þeir fara á hermennina og þeir drukkna þarna allir og þetta er mynd af því. Og hérna er önnur. Þetta er Móse sem er þarna. Og þið sjáu þessa merkilegu stauta sem standa upp úr hausnum á honum. Það var þýðingarvilla, menn það var einlega svona ljós, hann var svo heilagur maður, hann Móse, hann stundum skein bara hreinlega ljós út úr hausnum á honum, en það var sama orð notað það eins og horn. Og þannig að þetta þvældist inn í biblíuþýðingar að hann væri með horn og þannig er hann oft sýndur á frægum myndum, þá er hann með svona litla hnífla. En þarna er sem sagt að koma í land og þeir bjargast sem sagt til stefna heim til Kanaanslands og Móse fer og hittir Jafi og þeir ganga frá samningunum þarna, þeir gera þennan samning hlýðni gegn blessun og Guð krefst þess að vera ein í Guðinn og þeir játa þess öllu og hann gerir töflurnar. Þær brotna eins og ég var búinn að nefna en Guð gerir nú nýjar og þeir fara að rölta yfir eyðimörkina og þeir eru í 40 ára því að þeir gátu ekki farið beint út af aðstæðum, þeir eru að fara krókótt og þeir voru stöðugt að læra eitthvað hvernig þeir ættu að hlýða drottni á leiðinni, þeir voru mjög breiskir þannig að hann var sífellt að refsa þeim fyrir breiskleika. Og svo eftir 40 ár þá eru þeir komnir að Jórdan sem þeir þurftu að fara yfir. Móse er þá dáinn, hann komst aldrei í fyrirheitna landið, þangað stefndu þeir sem sagt. Og þeir fara yfir Jórdan og ráðast á, Drottinn hjálpaði þeim við það, hann léti Jórdan bara stoppa á meðan svo þau getur labbað þurrum fótum, hann var nú alveg til í að hjálpa þeim stundum. Og þeir fara þar yfir og þeir fara að Jerikó sem var höfuðborg andstæðinganna sem bjuggu þarna þá, Filistear og hann kennir þeir ráð til að fella borgarmúrana, að ganga sem sagt 3 hringi í kring og blása í lúðra og þá myndi borgarmúrarnir falla og þeir gera það. Og þannig í raun og veru hófst sigur þeirra, þannig náðu þeir landinu helga á sitt vald. Það var upphafið að því að það var stríð þarna framönda. Hér er mynd af Móse að taka á móti steintöflunum og þetta hendurnar á Guði sem einmitt hendurnar sem að skrifa sem þarna rétt það. Seinni útgáfan af þessum steintöflum, þeir höfðu hana alltaf með sér og það var aðal helgidómur gyðinga. Þeir dýrkuðu Guð sinn í tjaldbúð og þar var þessar steintöflur geymdar. Nú, við skulum ekki orðlengja mikið en þetta landinu sem þeir eignuðu skiptuður upp í 12 bita eða 12 héruð og einn sonur og hvert hérað var kennt við einn son Jakobs. Þannig að þetta eru 12 ættkvíslir Ísraelsmanna. Og það tekur við tímabil sem er kallað tímabil dómaranna og stendur í 400 ár en það passar nú eiginlega ekki við neina áttöl. Eftir það, þá erum við komin fram undir árið 1000 fyrir Krist, þá kemur tímabil sem það sem ríkja 3 konungar. Svo fyrst er Sál, hann er sennilega ekki konungur, heldur hefur hann trúlega verið sameiginlegur herforingi allra ættkvíslanna 12 en hann réð ekki yfir þeim. Hann kynntist ungum manni sem hét Davíð og verður næsti konungur og Davíð er ein fyrirferðarmesta persónan í Gamla testamentinu. Ásamt með Móse og Abraham þá er Davíð konungur einna fyrirferðarmestur. Hann er mjög breyskur, hann gerir alls konar svínari af sér en hann er líka heppinn og hann er fær herforingi og hann verður náttúrulega frægur þegar hann byrjaði á að fella Golíat. Golíat var
hálfgert tröll og hann henti steini með slöngu í hausina og þið getið markað hvað Golíat var í raun og veru mikið tröll á því að það varðveittist einkennilegt nokk í mörg ár alveg fram á miðaldir einn jaxl úr honum sem var í klaustri í Þýskalandi og þessi eini jaxl sem var 6 kíló, þannig að þið getið nú ímyndað hvað afrek þetta var. Já, þarna sjáum við aftur, ég er á seinni þetta, þarna sjáum við þetta litlu hungla á móþur. Og hérna er gullkálfurinn, þetta er leiðin sem þeir fóru fram og aftur eyðimörkina og hér eru þeir að tékka á hversu gott landið Kanán sé og þeir eru að koma þarna með risastór vínber. Og þarna sjáum við skiptingun á landinu sem var þegar að landið helga eða fyrirheitna landið var það stærst og þarna eru mest inn á ættkvíslirnar. Þarna er Davíð búinn að vera konungur hríð og landið verður ekki stærra en það. Í Biblíunni segir þetta sé stórveldi. Þetta er nú ekkert stórveldi, þetta er ekki stórt land. En þetta er í raun og veru landið sem að gyðingar enn þann dag í dag tala sem landið helgislandið sem að þeir vilja eigna sér. Davíð ríkir sem sagt í 40 ár, hann er sagður hafa náð á sitt valdborgin í Jerúsalem, hann hafi byggt hana upp. Fornleifarannsóknir á Jerúsalem benda til þess að hún hafi nú aldrei verið mjög stór borg á þessum tíma, sennilega eitthvað svolítið stærri einhverju Þorlákshöfn, 2000 manns eða eitthvað svoleiðis, en það segir nú ekki Biblían. Hún talar að Davíð hafi byggt þarna dýrlegar borgir og síðan hefur trúað fólk verið að leita að þessum borgum í Jerúsalem, kannski finna þeim einhvern tíðan eitthvað að þeim, ég veit það ekki. Hérna er Golíat hann er búinn að fella því sjá eitthvað fossblæður úr enninu á honum. Og þarna er Davíð, hann var laginn að spila á hörpu en hann var dálítið melur. Það maður þarf ekki annað en að skoða sögun Batsebu til að sjá að hann var nú alls ekki nógu góður pappír. Hann átti son, hann átti fleiri syni, en hann átti syni með Batsebu sem að hét Salómon og hann verður þriðji konungurinn í þessari röð. Þarna er hann að taka á móti frægri konu sem er drottningin af Saba sem kom Jósef í Jemen eða jafnvel Eþíópíu og hún kom svona í heimsókn til hans og það fór nú svo, það verður gaman að segja frá því en ekki tími, að hann barnaði hana og hún fór ólétt heim og eignaðist son þegar hún kom til Eþíópíu og hann hét Menlik og ef að þið eruð það minnug að þið munið eftir árinu 1974 þá var þar felldur frá völdum maður í Eþíópíu sem heit Haile Selassie. Hann var alveg þráðbeinn afkomandi þessa Menliks sem kom þarna undir í þessu. Salómon hann var afskaplega vitur maður, hann var af því margar sögur, hann byggði musterið og við það hættu menn að nota tjaldbúðina og settu steintöflurnar inn í musterið og þar fór svo helgihald Ísraelsmanna fram eftir það. En hann fjarlægðist fólkið, Davíð var í betra sambandi við fólkið og fljótlega eftir að Salómon er allur þá klofna þessi 12 fylki eða ættkvíslir í tvennt, annars vegar er Júda sem er syðriparturinn, Jerúsalem er í þeim parti, þar eru 2 ættkvíslir og svo Ísrael sem er í norðri, það eru 10 ættkvíslir þar. Hérna er musterið, það verið að vígja musterið. Svo tökum við dálítið stökk. Salómon hættir að ríkja, menn halda að það veri í kringum 960 eftir Krist, 200 árum seinna, 720, þá koma Assýringar sem réðu þá yfir Mesópótamíu undir stjórn mjög herkonung sem hét Sargon II, það er söguleg persóna, menn vita þá eitthvað hann, en hann leggur undir sig norðurhluta ríkisins, allt Ísraelsríkið. Og hann rekur
ættkvíslirnar 10 burt og síðan talað hérna týndu ættkvíslir Ísraels. Það eru þessar 10 sem að voru flosnuð upp við þetta hernám. Í staðinn kom fólk sem að kallað var samverjar. Nú getið þið rifið upp söguna miskunnsama samverjan, hann hafði þann galla að vera af þessari þjóð sem að Ísraelsmönnum fannst miklu ómerkilegri. En Júda ríkið það enn sjálfstætt tíma þó að Ísraelsríkið sé komið á vald Assýringa. En árið 586 þá kemur konungur austan úr Babýlon sem heitir Nebúkadnesar og hann leggur það undir sig. Og hann tekur ekki alla þjóðina sennilega heldur hluta þjóðarinnar og herleiðir hana austur til Babýlon. Hann setur hann fer með hana með sér þangað í útlegð. Og þar dvelur hún í nokkur mynda klettinum sem ég var að tala áðan. Þetta ríki Assýringa og hann herleiðir þá og þeir eins konar fangar eða í útlegð í Babýlon og þetta nú frægur sálmur sem að í Davíðssálmum byrjar svona við Babýlons fljót sátum við og grétum við myndust Síónar á pílviðana þar hengdum við upp gýjur vorar. Þeir vorkendur sér mikið fyrir þetta. Og þeir eru þarna herleiddir, þeir eru búnir að missa musterið, búið að rífa það og það fjarri þeim, þeir eru líka búnir að missa tjaldbúðina, það liðin tíð, þeir breyta þarna trúarbröðum sína. Þeir taka upp sínagóguna og þeir taka upp hvíldardaginn og sennilega taka þeir upp umskurðina þarna líka og þetta allt ráðstafanir til þess að vera sér, vera öðruvís en hinir, af því að þeim fannst þeir vera sérstakt fólk, en það hafði Guð sagt það. Og það kannski upphafið að allir í þessari löngu sögu fjandskap í garð þeirra, það kannski á sér að einhverju leyti bara þá skýringu að þeir vilja undirstrika hvað þeir eru mikið öðruvísi og það hafa aðrir túlkað oft sem hróka. Kýros Persakonungur kemst til valda í Persíu, hann leggur undir sig mikill herkonungur, hann leggur undir sig alla litlu Asíu, hann leggur líka undir sig Babýlon, hann leyfir gyðingum að fara heim og þeir fara heim aftur til Jerúsalem, taka til við að byggja musterið og þeir endurreisa musterið með leyfi Kýrosa Persakonung sem lætur það dálítið í friði. Og það kemur þarna dálítið blóma tími, en það fóru alls ekki allir frá Babýlon. Sum hafði bara liðið þar ágætlega og þeir ílentust þar og í Babýlon varð seinna meir ein merkasta miðstöð gyðingdóms. Svo líður tíminn, árið 322. Þá kemur herforingi frá Grikklandi og leggur allt þetta svæði undir sig, það Alexander Mikli. Hann hefur þá hugsjón að ekki bara sigra þessi lönd austur eftir öllu, allt frá Grikklandi og austurlönd nær, allt til Indlands. Hann hefur þá hugsjón að gera þau grísk, breiða út gríska menningu og það kemur þarna þessi tími þegar að hellenismi ríkir í meira og minna á öllu þessu svæði, grísk menning, grísk tunga. Og það á við líka landið Helga, eða land Gyðinga. Þegar að Alexander Mikli fellur frá, þá skiptist allt svæði sem hann réði yfir á milli 5 herforingjar, og einn hét Ptólemaeus, hann réði yfir Egyptalandi. Síðasti Ptólemeiinn var Kleópatra sem þið kannist sjálfsagt við, búin að gera hana margar kvikmyndir. Annar hét Seleukos og hann réði yfir Mesopotamíu og öllum austurhlutanum og hann réði þar af leiðandi yfir landinu Helga. Og þessi hellenismi, þessi grísku áhrif, þau verða sterk og ríkjandi meðal annars þar. Þannig að þegar að skjóti því að þegar að kristnin sprettur upp úr þessu þá hún samruni af einhverju gömlu gyðinglegu og þessum hellenísku menningu sem að búin að vera þarna marinera öll austurlönd meira og minna lengi.
Þeim líkar þetta ekki, sumum gyðingum líkar þetta ekki og eru sem sagt sárreiðir og vonsviknir yfir þessum menningaráhrifum sem grísku menningaráhrifum sem þeim finnst að gyðingarnir falli allt of auðveldlega fyrir og þeir gera uppreisn. Það svokölluð Makkabea uppreisnin og það uppreisn gegn grískum áhrifum. Hún er gerð 168 fyrir Krist og tíma þá njóta þeir sjálfstæðis. En árið 63 fyrir Krist þá leggja Rómverjar undir stjórn Pompeiusar allt landið helgað undir sig. Þeir eru sjálfstæðir, þeir eru fyrst undir þessum herforingja, Seleukos, svo verða þeir sjálfstæðir tíma og 63 þá leggja Rómverjar þá undir sig eins og meira og minna allt þetta svæði. Og þegar 63 þá lýkur í raun og veru sögu Gamla testamentisins af gyðingum. Það nær ekki lengra. Það sem gerðist svo það og við fréttum sumt af því í Nýja testamentinu, það að Rómverjar setja þarna herkonung sem heitir Heródes og afkomendur hans, þeir stjórna þarna tíma, Völvað Ódó, eins og allir vita. En hann bara leppur Rómverja, Rómverjar ráða þarna og hafa sína landstjóra og Heródes bara sem sagt þeirra handbendi. En hann gerir nú fleira, hann endurbyggir musterið, þannig að það hafði verið, hérna sjáum við mynda musterina, hann haldi að það hafi verið. Eftir að Heródes hafði endurreist það hafði verið lagfært þegar þeir komu frá Babylon, en hann svona rak sniðsveiki á það, mikil bygging. En þeir eru óánægðir og þeir gera uppreisn árið 70 eftir Krist sem sagt, gegn Rómverjum og þeir tapa þeirri uppreisn, hún rennur út í sandinn. Það fræg orusta sem á sér stað á fjalli sem heitir Masada, það sýnt hérna. Þarna vörðust síðustu hersveitir gyðinga 70 eftir Krist, kallaði Selótar og þarna sem sagt endaði þessi umsátur Rómverja þetta fjall með því að þeir frömdu allir sjálfsmorð og það einlega svona liggur við að það sé endirinn á veru gyðinga á þessu svæði og þó ekki. Árið 1035 eftir Krist fer enn ein uppreisn af stað, Bar Kokhba uppreisnin sem kölluð og eftir að hún fer út Þúr þá reka Rómverjar gyðinga burt af þessum löndum og þeir verða bara hreinlega útlægir. Og þá eftir það og næstu aldir, margar aldir, þá nánast engir gyðingar í Palestínu á þessu svæði. Þeir eru annars staðar. Og það byrjað þetta sem við tölum seinna í 3. tímanum sem kallaði díaspóran, það dreifingin heiminn. Gyðingar sem sagt fara úr landinu helga sem að drottinn hafði lofað og þeir setjast að á öðrum stöðum. Og þessi staðir eru ekki síst Babylon til að byrja með, Alexandría, Spánn og svo norður til Þýskalands og þá sögu reykjum við seinna. Og nú hef ég stuttan tíma og ég skal reyna að nota vel til að segja ykkur hvað fornleifafræði og önnur sagnfræði hafa sagt okkur þetta, þessa sögu. Þetta eins og Gamla testamentið segir frá. Kanansland var yfirleitt mjög frjósamt land og þar bjó fólk og stundaði landbúnað fyrir 8 til 10.000 árum. Jeríkó eina elsta borg sem vita í heiminum. Þetta sem sagt lífvænlegt land og þarna eru margar þjóðir sem Biblían nefnir og þær eru að bítast svolítið þessi lönd auk þess sem að þetta svona á milli tveggja stórvelda. Þeir sem bjuggu þarna þurftu alltaf að hafa fyrir því að búa þarna, þeir þurftu að berjast fyrir að vera þarna, það áseldust margir þetta land. Við getum ekki trúað því að forfeður gyðinga eða Ísraelsmanna hafi komið frá Kaldeu 1700 fyrir Krist. Sem sagt
Sagan Abraham getur vel verið sönn, það getur vel verið að einhver hafi komið norðan frá Kaldeu og sest að þarna, en það ekki ættfaðir gyðinga. Erfðafræði rannsóknir sýna að gyðingar eru mestanpart sprottnir upp af ströndinni, af landinu sem að hérna fítir, eru bara sprottnir upp á þessu svæði. Þeir ekki komið þessa leiði hingað. Það fer engum sögum af því að stór hópur gyðinga hafi verið í Egyptalandi. Það var talað 600.000 og það engar heimildir sem að segja frá því að þar hafi nokkuð tíðan verið gyðingar í stórum stíl. Hitt vafalaust rétt af því að Egyptar réðu oft yfir landinu helga. Stundum slepptu þeir því, stundum létu þeir það í hendur annarra en stundum lögðu þeir það undir sig. Vafalaust það svo að einhver tíma hafa einhverju hópar gyðinga verið í Egyptalandi og komið þaðan aftur tilbaka til landsins helga. En það var ekki svona eins og sagt frá því í sögunni Móse og flutningin mikla. Það eru í raun og veru ekki utan Biblíunar ekki neinar heimildir veru Ísraelsmanna í Egyptalandi eða þessa dramatísku brottförðir að það. Þó það geti vel verið að það hafi verið í miklu smærri stíl. Þannig að rótin að Jósef sögunni getur vel verið rétt en hún einhvern lítinn hóp en ekki heila þjóð sem var að fara. 1200 vita menn þá hurfu Egyptar af strandhéruðum Kanaanslands sem þeir höfðu ráðið þá skeið og efnahagurinn á svæðum hrundi við það. Menn vita ekki nákvæmlega en menn halda að þetta hafi verið orsakast af því að það kom árás af svokölluðum sjóþjóðum eða hafþjóðum á ströndina og hafi lagt ströndin undir sjó. Þessar hafþjóðir eða sjóþjóðir, það segir víða frá þeirra sigrum þetta leyti, menn vita ekki með vissu hvaðan þær komu, en þær gera strandhögg meira og minna fyrir öllum botni Miðjarðarhafsins og það er talið að þessar þjóðir hafi ráðið niðurlögum Míkenmenningarinnar í Grikklandi. Og það vitað að þeir réðust á Egyptaland, þannig að þetta var einhver mikil herför sem að þarna var farin og hún leiðir til þess að ströndin hernumin og það sest þar að meðal annars þjóð sem kallað Filistear. Sem Filistear voru ekki þarna fyrir. Filistear einhverjir sem að komu í kringum 1200 og settust þarna að, kannski frá Krít. Og það sem menn halda svo að kannski hafi gerst þarna það að fólki sem fyrir var á ströndinni, það hafi flæmst upp í fjallahéruðum. Það hafi flúið af ströndinni þar sem Filistear settust að, Filistear sem mjög talað illa í Gamla testamentinu, þeir eru hinir eilífu óvinir, en að þeir hafi lagt undir sér ströndina og þeir sem voru áður á ströndinni, þeir hafi flæmst upp í fjöllin og skapað þar einhvers konar menningu, skapað sér þar einhver bústað á miklu harðbýlla svæði. Það getur svo vel verið að einhverjir sem höfðu farið til Egyptalands komið þarna og komið frá þessu svæði og farið til Egyptalands og komið aftur tilbaka og borðið einhver menningaráhrif þarna, þannig að það sé einhver rót fyrir Mósesögunni líka, en við vita það ekki. Í Egyptalandi gætu menn hafa kynnst hugmyndum engiði, því á tímabili var engiðistrú í Egyptalandi. Þetta eru spekulásjónir, en það gæti verið að sumt af þessum sögum sem ég búin að vera að rekja, þær eigi sér einhverja rót, en ekki þeim mæli sem það segir frá í Gamla testamentinu. Og þarna upp í fjöllunum, kannski af þessari blöndu af þeim sem bjuggu þar fyrir, fólki sem kom neðan frá ströndinni og var sennilega vel upplýst og kannski einhverjum sem komu frá Egyptalandi, þarna verður líklega til þessi hugmyndum engiðið og Jahve. Þarna upp í fjöllunum. Kringum svæðin þar sem Jerúsalem núna, en frá ströndinni. Filistear réðu alltaf ströndinni. Gyðingaland varð aldrei sjávar, hafði ekki aðgang að sjó.
Og þarna urðu kannski til þessi 13 héruð eða 12 eða hvað menn vilja nú telja þau, sem að skýrt sem afkomið að hvert þeirra sé komið af einum syni Jakobs. Þannig að þeirra sögu kannski sér stað í því að einfaldlega menn hafi búið til þessi svæði þarna og nefntu eftir þessum sonum eða búið til þessa sögu. Það eru nánast engar heimildir Davíð og Ísrael. Davíð konungur er nefndur einum stað á steini, minningarsúlu stein. Og það er frá 870 eftir því, það er löngu eftir að hann fallinn frá. Stuttumáli, það eru mjög litlar og fátæklegar heimildir það einhvers staðar annars staðar frá en í Biblíunni að þessi saga hafa átt sér stað. Það er ekki minnst á Salómon, það er ekki minnst á Sál, það er nánast ekki minnst á Davíð. Það hefur aldrei verið stórveldi þar sem að hann ríkti. Það getur vel verið að hann hafi náð á sitt vald þorpi sem hét Jerúsalem, en það var þá þorp þegar hann gerði það. Það var engin stórborg og hún var það sennilega heldur ekki þegar að Salómon var þar. Svo sennilega eru allar þessar sögur mikilvæga í Jerúsalem stórlega ýktar. Já, kringum 1000 getur vel verið að það hafi orðið til konungdæmi í þessu landi þarna upp ofan við ströndina þar sem að þeir höfðu búið sig og það getur vel verið að þar hafi verið einhverjir kongar sem hétu Sál, Davíð og Salómon en það fer af þeim sem sagt litlum sögum. Þeir hins vegar gerðu Davíð að sem sagt þungavirta persónu. Þeir ætluðu honum stóran hlut eins og Abraham og Móse og hugmynd gyðinga endurlausnina þegar að Guðsríki komi aftur á jörðu. Það er fyrir það að lausnari komi, endurlausnari komi og það er einlega alltaf miðað við Davíð konung. Davíð konungur er semst fyrirmyndin að þessum endurlausnara sem einhvern tímann á að koma og frelsa okkur úr þessari útlegð sem við erum í hérna á jörðinni. Í Babýlon þá skrifuðu gyðingar sennilega þessar sögur niður sem að breyttu breytanda eru sagðar í Gamla testamentinu. Þeir eru þar að skrá söguna hvernig þeir eru til og þeir eru í útlegð þegar það gerist. Þeir eru sennilega að búa til sögu sem einhvern veginn gerir þá sterkari, skapar meiri einingu á milli þeirra, skapar þeim einhvern veginn styrk á þessum erfiðu árum og þeir búa til sögur sem að passa til þess. Þeir eru örugglega ekki að gera sagnfræði. Þeir eru örugglega ekki að skrifa þessar sögur eins og nútíma sagnfræðingur myndi gera það sem þeir leituðu heimilda og reynda að segja allt sem sannast. Þeir eru að búa til pólitíska sögu sem á að hjálpa þeim og búa til uppruna sögu þeirra. Og partur af því að þeir halda sig sér á báti, sem kannski hjálpar okkur að svara þeirri óskaplega erfiðu spurningu sem hún svarar vissulega ekki til fulls en ekkert svarar til við. Af hverju í fjárunum hafa gyðingar alltaf verið svona óvinsælir og komið sér svona illa þar sem þeir hafa verið? Ég ætla að biðja ykkur að hafa þetta í getið mér. En sagan, eftir að fara að skrá hana sannverðulega, þá sýnir hún þetta aftur og aftur hvernig verða árekstrar á milli gyðinga og þeirra sem þeim búa með. Macht nicht ein der Rieder, der